Kristján III 1503 til 1559. Danmörk var á miðöldum valkonungdæmi. Konungur var kjörinn af danska og norska ríkisráðinu. Þegar Friðrik I Danakonungur og hertogi af Slesvík-Holstein lést árið 1533 lenti konungskjörið í undandrætti. Þá mildaðist valdatæmi sem leiddi til bændauppreisnar á Jótlandi og til grefastríðsins. Í því stríði var sonur hans Kristján III sigursæll. Hann var einlægur lúterstrúarmaður og var kjörinn konungur 1534. Sem ungur maður var Kristján III á ríkisþinginu í Worms 1519 og hafði hann þá upplifað Lúter. Skýringuna á evangelískri trúarafstöðu hans líklegast helst að finna í andstöðu danska aðalsins við klerkaveldi kaþólsku kirkjunnar og í nánasta umhverfi hans. Drottning hans, Dórótea af Sachsen-Anhalt, sem og helstu ráðgjafar hans, Johann von Rantzau og Wolfgang Utenhof, voru lútersk. Í grefastríðinu gat Kristján hertogi reiknað með stuðningi furstanna af Saxlandi, Lüneburg, Hessen, Pommern, Prússlandi og Brandenburg, hvort sem það var af trúarpólitískum ástæðum eða vegna vensla. Vinátta hans og Filippusar landgrefa Hessen reyndist sérlega nótadrjúg. Friðrik I og Filippus höfðu myndað með sér bandalag þegar árið 1532. Þessi vinátta og skuldbindingar færðust yfir á Kristján II við dauða föður hans. Landgrefinn gaf honum það ráð að gera aðalinn háðan sér og láta hann standa í þakkarskuld við sig. Við framkvæmd siðskiptanna ráðlagði honum að fá sér til ráðuneytis einhvern af siðskiptamönnunum í Wittenberg, af Luther, Melanchthon eða Bugenhagen. Landgrefinn brýndi fyrir honum að opna aftur háskólann. Öflugustu stuðningsmenn Kristjáns III í hernaðarlegum efnum voru holsteinsku riddararnir undir forystu Johanns von Rantzau. Hann gat einnig treyst á stuðning hins evangelíska aðals í Danmörku og stuðning Jóhanns Frís sem síðar var kanslari hans. Kristján III hafði einnig aðgang að fjármagnsmarkaðnum í Kiel sem voru honum afar mikilvægur. Kaþólsku biskuparnir í Danmörku voru teknir höndum og jarðeignir kirkna og klaustra voru gerðar upptækar sem og eðalmálmar úr kirkjum og klaustrum. Með þessu fé gat Kristján III greitt þann mála sem hann skuldaði þýskum málaliðum sínum. Hið sama gerðist í Noregi og á Íslandi.